Jæja, góðan daginn. Hannes heiti ég, er sjúkraþjálfari á Landspítalanum. Ég vinn á blóðmeinadeildinni þar. Sé sum ykkar áður. Ég vinn líka á Ljósinu, sé þar þjálfun, krabbameinssjúklinga, hópþjálfun. Og ég er í þverfaglegu endurhæfingarteymi fyrir krabbameinsgreinda. Ég er búinn að vera að veltast í þessu núna undanfarið og hef alveg hellings áhuga á þessu. Þannig að það er bara mikill heiður að fá að koma og spjalla við ykkur. Þetta er kannski að fyrsta sem að fólki dettur í hug þegar maður biður að þjálfa með krabbamein. Þetta er tilhugsunin. Ég er ekki að segja að þetta sé það sem þið eigið að gera. Lyfta þungum steinum eða eitthvað. En þetta er svona, manni finnst þetta oft vera viðbrögðin hjá fólki þegar maður segir þeim að nú ertu með krabbamein og við þurfum að fara að þjálfa. Að þau halda þau sig að fara að reyna virkilega mikið á að lyfta þungu eða þjálfa í fleiri klukkutíma á dag eða hvað er. En þetta er oft tilhugsunin. En þetta er alls ekki það sem er verið að meina. Í þessu fyrirlestri ætla að fara yfir þetta helstu einkenni, af hverju koma þessi einkenni, hvað er hægt að gera í þeim, hvað er það sem við getum gert en ekki bara hvað læknar eða aðrir geta gert fyrir okkur. Og helstu einkennin eru þessi. Þetta er þetta þreyta sem er þetta helsta einkennið, mæði, verkir frá stoðkerfi, bjúgur, beinþynning og sálfélagsleg áhrif. Við förum yfir þessi atriði mun betur í fyrirlestrinum. Þreytan er algengasta einkenni hjá einstaklingum með krabbamein. Og það náttúrulega segja allir sem hafa farið í gegnum þessa meðferð hvort það sé skurður, geisli eða lyf að þreyta sem hamla mest. Og þetta er þreyta sem jafnar sig ekki við mjög mikla hvíld og kemur fram sem framtaksleysi. Hversu margir þekkja það eftir einhverja lyfjameðferð að hafa bara ekki komið sig fram úr rúminu. Bara ekki haft sig í að gera það sem þau gerir dagsdaglega. Hvað þá að fara að hreyfa sig markvisst. Og þessi þreyta getur verið alveg heil lengi, ekki bara 1-2 dagar, heldur fleiri mánuð og í verstu tilvikum einhver ár. Helstu úrræðin við þreytunni sjálfri, það er regluleg hreyfing við hæfi, hefur verulega jákvæð áhrif. Það er fátt annað sem hægt er að gera. Partur af því er að dreifa álaginu, vera skynnsum yfir daginn, það er að segja vera ekki að gera allt saman í einu sem maður þarf að gera, þjálfa og fara í búðina og gera þetta, heldur hvíla sig vel inn á milli, taka stuttar skorpur, taka þjálfunina og hvíla sig svo. Fara í búðina, hvíla sig svo, hafa svona jafnvægi þarna á milli. Og mörgum finnst erfitt að takmarka sig svona. Það er að segja að vera að stoppa eitthvað á milli. Þeir vilja bara fara að gera 20 í einu og svo liggja þeir í sólarhring 2 eftir og alveg búinir á því. Já, 30% einstaklingar sem ljúka krabbameinsmeðferð glíma við kraftminnkun og þrekleysi í mörg ár eftir að krabbameinið er farið. Getur haft mikil áhrif á daglegt líf. Helstu ástæður fyrir þreytunni. Geislameðferð. Þreyta getur verið lengi að koma fram eftir geislameðferð. Einkennin eru oft mikið staðbundnari heldur en eins og við lyfjameðferð þar sem að þreytan kemur oft fram bara mjög fljótt eftir, 1-2 dögum eftir og getur varað mjög lengi. Skurðaðgerð, þreyta vegna skurðaðgerðar, það maður er svæfður, það hefur verið að grípa inn í líkamann, það hefur verið að skera, líkamann þarf að gera við sig, þetta er mikið ferli og orkukreft. Áhrif frá sjúkdómnum sjálfum, krabbamein er orkufrekt, það þarf að vaxa, það er einkenni krabbameins, það er stjórnlaus vöxtur. Þannig að það grípur til sín þá orku sem það fær, sem þýðir að þið hafi minni orku til að gera það sem þið þurfið að gera dagstaglega. Svo er annar punktur þarna. Við getum ekkert gert við geislameðferð, lyfjameðferð, skurðaðgerð eða krabbameinu. Við getum ekkert stoppað þetta. Þetta er bara eitthvað sem gerist. En hreyfingarleysi er það sem þið getið komið sjálf inn í þetta. Og það veldur, eins og maður veit, hreyfing, ef ég fer í ræktina og lyfti mikið, þá stækka vöðvarnir, maður styrkist. Öfugt gerist ef ég stoppa öllu og sit bara heima. Þá minnka vöðvarnir, það minnka krafturinn. Þrekið minnkar.
og skerðing á starfsemi blóðrásarkerfis. Þetta er ansi stórt atriði. Það er ekki bara það að vöðvarnir sjálfir séu aumir, heldur hjarta líka og æðarnar. Hjarta nær ekki að sinna sínu starfi almennilega. Ef ég myndi setjast niður ákveða eða leggjast og liggja í einhverja vikur, að þá bara venst hjarta því álagi og svo loksist ég ætla að hlaupa af stað, þá er það ekki tilbúið í að halda yfir mig. Þannig að maður mæðist rosalega mikið. Röskun á blóðgildum. Þetta partur af meðferðinni er þessi lyfjameðferð og allt það, og það kýlir blóðgildin oft niður. Það er að segja rauðu blóðkornin, fólk þarf oft blóðgjafir til þess að bara halda nógu blóði í sér. Það flytur súrefnið og án súrefnisins getur maður ekki hreyft sig. Þannig að maður er búin að koma niður á svona nokkuð veginn aðalatrið þarna. Það er súrefni skiptir rosalega miklu máli. Hjarta þarf að geta pumpa blóðin áfram til þess að koma súrefni til vefjana svo maður geti gert það sem maður þarf að gera. Það má líka þessu við bíl að mörgu leyti. Bílinn þarf auðvitað að fá bensín, súrefni til þess að geta búið til hreyfingu til að komast áfram. Vöðvarnir þurfa það sama, þeir þurfa næringu úr matnum, en þurfa síðan súrefni frá lungunum, frá blóðinu, blóðrásarkerfinu. Þannig ef eitthvað af þessu er skert þá auðvitað minnkar hreyfingin. Fólki finnst oft svarið við þessari miklu þreytu vera að hvíla sig, sem getur verið rétt í sumum tilfellum og stundum, alls ekki alltaf. Rétt viðbrögð við þessari miklu þreytu er hreyfing. Það er eins undarlegt á hljómar, þetta er svona þversögn í sér. En þegar maður spáir aðeins meira í það, þá er þetta eina sem hægt er að gera í málinu. Áhrif hreyfingar. Rannsóknir hafa sýnt fram á minnkaða þreytu, aukið þol og styrkja fólki sem gengir sig undir skurð, lyfja og eða geislameðferð. Og þetta er ekki bara ein rannsókn í einu landi, þetta eru margar rannsóknir og þetta er að vera að endurtaka þetta endalaust. Alltaf sömu niðurstöður. Hreyfingin veldur auknum styrk, betri líðan, almennum betri lífsgæðum. Og þótt ótrúlegt sé mjög fáar aukaverkanir. Þegar maður heldur að maður geti fátt gert þegar maður greinist með einhvern sjúkdóm, hvort sem það er blóðmein eða krabbamein í líffærum eða hvað. Og það er engin lyf sem geta minnkað þreytuna. Aðeins regluleg hreyfing með hvíld inn á milli. Ef það væri til lyf sem geti aukið styrk og aukið þrek, þá væri það gefið. Það er bara, við erum ennþá að bíða eftir að doxarnir finna upp á því. Að einu leyti er þetta ólíkt, það er að segja vöðvarnir eða líkaminn og til dæmis bílvél. Bílvélin viðheldur, hún þarf ekki hreyfingu til að geta haldið áfram. Þið getið parkerað bílnum í bílskur í ár og hann er álíka góður eftir árið. Ef þið hins vegar stoppi hreyfingun á líkamanum, þá hrörnar hann. Og þetta veit maður saman hvort að maður hefur lært þetta eða ekki. Maður finnur að þegar maður er búin að leggjast í kvef í viku að þá er erfitt að standa upp. Þannig að það er þannig sem líkaminn virkar. Verkir, þannig að sjá að þetta er mjög algengt líka. Á fyrri stigum krabbameins 50-70% fólk sem kvartar er verkjum, 60-90% á seinni stigum. Og þegar maður spáir hvað kemur hreyfingin inn í þetta, sem til dæmis, maður stekkur aðeins áfram, vefjagigt er verkjasjúkdómur. Ef við hafum heyrt einhvern vefjagigt. Helsta meðferðarformi þar er hreyfing. Þannig ef ég sem sjúkraþjálfari fæ vefjagigtarsjúkling til mín, þá fer ég ekki að nutta hann í 2 tíma. Ég bý til gott æfingarprogram svo hann geti losnað við verkina. Þannig ef við yfirfærum það yfir á aðra verki í líkamanum, við vitum að hreyfing hefur verkjastillandi áhrif. Þannig ef maður er með bakverki, maður er með beinverki eða hvað sem er, að þá er hreyfing í langflestu tilvikum ekki bara má, heldur á. Og oft eru verkir vegna hreyfingaleysis. Ég sé það bara dag eftir dag á sjúkrahúsinu þegar fólk kemur, eða ég kem til fólk sem hefur kvartað undan verkjum. Og það segist það að byrja að finna fyrir því eftir að læðist inn og það er kannski búið að liggja í 1-2 vikur. Kvartar oft verki í mjóbaki, hálsi. Þannig að mitt svar er ekki endilega ég ætla að koma með heitan bakstur eða nutta þig. Það er heldur, þú þarft að fara oftar fram úr og vera meira úr rúminu.
bjúgur, þetta líka algengt hjá fólki sem að gangast undir krabbameinsmeðferð. Og þetta vökvasöfnun undir húð og getur komið vegna hreyfingarleysis. Auðvitað getur þetta komið vegna annarra þátta, en eins og áður þá hreyfingin það sem við getum gert til þess að koma í veg fyrir eða draga úr líkum. Algengast að bjúgur myndist í útlimum. Og þetta þannig virkar hreyfingin á þetta að hjartapumpar blóðinu út í líkamann, en það engin ein pumpa sem pumpar blóðinu tilbaka ef maður spáir í það. En það hins vegar vöðvarnir. Ef ég að ganga reglulega, ef ég að spenna kálfavöðvana, þegar maður spennir kálfavöðvana til dæmis, þá þrýstast þeir út, þeir stækka. Þeir þrýsta á bláæðarnar sem flytja sem blóðið upp. Þannig að maður heldur þessu vel gangandi. Þegar hreyfingin minnkar hins vegar, að þá verður of lítið blóðflæði í bláæðunum, það að segja æðunum sem flytja blóðið aftur til hjartans. Þar að lendi getur myndast bjúgur út frá því, of mikill vökvi í útlimnum. Þannig að ef við erum að glíma við bjú eða vilja koma í veg fyrir bjú, þá hreyfing alveg frábær leið til þess að gera það. Einfalt og örugt. Regluleg hreyfing á útlim sem bjúgaður eða aukinna hættu á bjúmyndun. Hafa teygjusokk eða ermi utan bjúgaðan útlim. Þetta mjög mikilvægt til dæmis hjá konur sem hafa farið í brotnáma brjósti eða eitlum. Láta útlim ekki hanga mikið niður, þess að sitja ekki mikið með iljarnar í gólfinu, frekar hafa skemil undir eða hafa handlegginn í hjartahæð eða yfir, þannig að það leki niður í staðinn fyrir að leka í hendina vökvinn. Og eins og með svo margt áður, þetta búið að breytast mikið á síðustu árum. Það var talið bæði með krabbamein að það mætti ekki láta fólk æfa. Það var talið með bjúg, að þegar fólk var með bjúg, það mætti ekki láta æfa, það myndi aukast bjúgurinn. Þetta hefur verið sannað akkurat í öfu átt. Að bjúgurinn minnkar við reglubundna þjálfun. Þannig að maður má ekki láta það stoppa sig. Beinþynning getur verið aukaverkun af krabbameinsmeðferð. Styrkur beinana minnkar og það getur aukið líkurnar á beinbrotum. Við sjáum að það eðlilegt bein vinstra megin að miða við þynnt bein með beinþynningu, mikið gisnara og mikið auðveldara að brotna. Það eru mörg atriði sem geta komið þarna inn í. En aftur maður fer að hugsa, hvað getur við gert til að koma í veg fyrir að þetta sé að gerast? Atriði hérna meðferðar vegna hormónameðferð, geislun, hreyfingarleys, lyf, sérstaklega þegar langvarandi vandamál að ræða, geta ítt undir þetta. Svo kíkjum maður á þetta sjálfur hérna, hvað getum við gert hér? Langvarandi lega, hreyfingarleysi. Íti mjög svo undir beinþynningu. Þannig að það ofta fyrsta sem maður spáir í þegar fólk með beinþynningu inn á sjúkrahúsi. Ég beðin að fara að þjálfa, með beinþynningu þá læti það gera styrkjandi æfingar. Það ekki bara það ekki þolþjálfun, heldur styrkjandi æfingarnar sem skipta þá mikið meira máli. Æfa með lóð, æfa með eigin líkamsþyngd, allt sem styrkir vöðvana en ekki endilega þolið. Sálfélagsleg áhrif. Örugglega mörgu ykkar sem hafa fundið, hvort sem var við greininguna eða meðferðina, þess að erfiðleika sem að fylgja, að sálartetri hafi fengið ágætis högg, ekki bara líkaminn. Og það sem að þetta aukið andlegt álag, það kemur oft þunglindi og kvíði í kjölfarið. Fólk er erfitt með að sinna vinnu, áhugamálum og fjölskyldu, þetta allt breyting frá eðlilegu lífi og það getur þetta gert mann kvíðinn, spenntan. Og aftur kemur maður á sama punktin að hreyfingin hefur jákvæð áhrif þarna og það alveg ótal rannsóknir sem hafa sýnt fram á það að hreyfing eykur þessi gleði hormón í líkamanum. Hafið þið einhvern tímann farið í góðan göngutúr eða tekið vel á því og verið svo ánægð eftir á? Já. Það kannast flestir við þetta kemur mér jafnvel og óvart þegar ég fer í rektina. Alltaf, þetta kemur alltaf mikið óvart. Keyra á leiðinni heim alveg brosandi út af eyrum. En það bara þannig að hreyfingin
hjálpar ekki, þetta ekki bara það að maður gerði vel, heldur virkilega það eru efnabreytingar í líkamanum sem eru að virka. Þannig að þetta getur dregið bókstaflega úr kvíða og þunglyndi. Hérna erum við komin að öðru máli sem að kannski tengist meira þeim sem eru sem vertir, þeir sem liggja sem mest, þeir sem eru sem vanvirkastir. En þetta við alla. Blóðtappi getur verið fylgikvilli langri rúmlega hreyfingarleysis. Og eins og ég sagði þá með æðarnar, með bjúin, ef að blóðið ekki að pumpast upp fótlegginn, það í fótleggnum sem að myndast oftast blóðtappi, ef það ekki að pumpast reglulega þar upp, þá hægist á blóðinu, það aukna líkur á að byrja að storkna og myndist litli blóðtappar sem síðan skjótast út í líkamann. Geta valdið lungnablóðtappa, mörgu sem maður vill ekki sjá, sko. Þannig að hreyfing alveg klálega vinnur þar inn á. Lungnabólga, þetta á sérstaklega við fólk sem liggur inn á sjúkrahúsi og liggur mikið á bakinu. Þannig að ef eitthvað ykkur að fara í meðferð, að vita það að það aukast líkur á lungnabólgu þeim meira sem að liggur kjur í rúminu og gerir ekki neitt, andar grunnt og fer lítið fram úr. Minnkaður blóðþrýstingur. Venjulega tengir maður það ekki við vandamál og maður heyrir alltaf bara vandamál sem háþrýsting. En þetta getur komið fyrir fólk sem liggur mjög mikið út og reynir rosalega lítið á líkamann. Að svo þegar fólk stendur upp þá svima þeim, þar það hjarta hefur ekki undan við álaginu. Eins og við sögðum áðan þegar maður leggst út af hjarta bara, það venst því álagi sem að sett á það. Þreytan aftur eins og við töluðum áðan. Skert svefnmunstur. Fólk svo rosalega þreytt yfir daginn, það liggur mikið í rúminu, ákveður að leggja sig aðeins, leggur sig einu sinni tvisvar yfir daginn og svo sofnar það ekki á kvöldin. Vakir heillengi fram eftir, sofnar undir morgun, sefur fram yfir hádegi. Þannig að þið hafið örugglega einhvern tíma lent í þessu. Þannig að það mikilvægast að hvar sker maður á þetta? Fara fyrir að sofa, vakna fyrr. Þannig að vera ekki endilega að sofa alltaf meira og meira. Maður þarf að skera á svefnin til þess að geta sofnað svo venjulegum kvöldið. Sofa bara á nóttunni. Fara fram úr þó maður hafi ekkert sérstakt að gera. Ekki liggja bara í rúminu. Og svo að sjálfsög, minnka þrek, styrkur og minnka rúmmálsvöðva. Þetta fylgist alltaf þegar maður reynir ekki reglulega líkamann. Og þetta vítaringur sem myndast. Og ef maður spáir í hvar getum við komið inn í þetta? Þreytan algjört aðalatriði þarna. Fólk finnur fyrir þreytunni, það leggst í rúmið. Það minnkar hreyfingu, það fær aðstoð við hluti sem það þarf ekki aðstoð við kannski, eða ætti ekki að þurfa. Þetta veldur vöðvarýrnun. Fólk erfiðara með að gera það sem þarf að gera vegna styrkmingunar, sem veldur aftur þrekleysi. Þrekleysi veldur aftur styrkmingun. Fólk komið í það þarf að fá mikið aðstoð, orðið vanvirkt, getur ekki séð sig sjálft, sem þýðir að það liggur ennþá meira í rúminu og eins og við töluðum áðan, mikill rúmlegu eða lítill hreyfingu fylgju oft verkir, sem þýðir að fólk aftur veigra sér við að hreyfa sig. Þannig að þetta bara spírall niðrá við sem að fólk lendir í. Hvar mitt, eins og maður segir, hvar kemur maður inn í þetta? Og það alveg klárlega hreyfingin. Ekki láta þreytuna stoppa sig, drífa sig af stað, byrja á því að ganga þess, auka smá saman við sig og komast út úr þessum vítaring. Forðast vanvirkni, mér finnst þetta mjög góð setning. Það allt betur en ekkert. Saman þótt ég hafi ekki hugmynd hvaða hreyfing best, hversu oft ég á að hreyfa, með hvaða tækni, ég að beita mér rétt, verður sett út á þetta. Alltaf gera eitthvað frekar en ekkert. Þó það sé ekki nema bara það að fara út í 2 mínútna göngutúr eða labba fram og tilbaka í stofunni. Allt annað en að sitja með kleinurhingjabóksið. Þó það sé allt í lagi svona inn á milli á laugardögum. Ok, þá kannski komin í núna svona meira hvaða hreyfing, hvenar og hvernig.
Það fer auðvitað allt eftir ástandi. Fyrir aðgerð eða meðferð þá er bara almenn þol- og styrkþjálfun samkvæmt lýðheilsustöð. Við förum aðeins betur yfir nákvæmlega hversu mikið við gerum á næstu glæru. Þannig að fólk á að vera að þjálfa þó að það hafi fengið einhverja greiningu sem að bíða eftir aðgerð eða meðferð ef það er ekkert sérstakt í líkaminu sem er að hamla ykkur. Ef það er ekki rosalegur hjartverkur eða mikil gigt sem bókstaflega hamlar að því komist fram úr, að þá á fólk að vera að þjálfa samkvæmt lýðheilsustöð, eða ráðleggingum daglega hreyfingu. Á meðan á sjúkrahúsdvöl stendur, þá er ganga oft besti kosturinn, alls ekki liggja bara í rúminu. Það eru langir gangar sem allir kvart yfir, en við nýtum það bara sem þjálfun. Fara að ná sér í vatn, það eru 30-40 metrar. Þannig að nýta það sem bara plús. Í meðferð, eða eftir meðferð, á meðan fólk er allavega heima, hvort sem það sé að sækja meðferð eða ekki. Almenn þol- og styrkþjálfun samkvæmt lýðheilsustöð á næstu glæru. Undantekningarnar eru í svona flestum atriðum. Fólk sem hefur farið í beinmergsskipti, það á að þjálfa undir að má æfa á sama álagi sem sagt og aðrir, en það þarf að fara hægar í aukningu á álaginu. Byrja rólega og fara hægar í aukningu á álaginu. Gera minna á dag, taka sér lengri tíma að komast upp í þetta þar sem er ráðlagt fyrir alla. Brjóstakrabbamein, helsta sem það er að hafa í huga, þar eru þetta axlirnar og allt það í kringum. Það er oft skertur liðferill í öxl og þar lendi getur þetta valdið verk ef að fólk er að gera mikið að æfingu með axlirnar þegar það er ekki með fulla liðferill. Það getur boðið upp á vandamál. Þannig auðvitað er aðalatriði hjá konur sem hafa fengið brjóstakrabbamein að ná upp góðum liðferli í öxlina, vera með það undir kontról, hitta sjúkraþjálfara vegna þess, leið og það er komið í lag, að geta þá tekið nokkurn veginn eðlilega á. Brjóstakrabbameinskonur eru oft rosalega hræddar þessa aukningu og bjúg í handleggjum, sem eru þetta mjög algengt að gerist. En eins og ég sagði á þau, þá eru rannsóknir sem sýna fram á það að konur geta meira sér lyft hámarksþyngd einu sinni, án þess að bjúgur aukist. Ekki það ég sé að ráðleggja konum að fara beint í að taka upp þyngstu töskuna eða eitthvað líka, heldur það mega nota lóð og það mega auka þyngdina smám saman. Maður þarf ekki bara að vera með 2 kílóin. Bara svo þið vitið það. Kallar sem að fara í blöðruhálskirtils brottnám. Það er önnur nálgun á þjálfun hjá þeim upp á það að gera þeir þurfa að einblína mikið á grindabósæfingar og auðvitað konur líka sem hafa farið í leghálsbrotnám eða þannig. Passa rembing fyrst til að byrja með, en þetta er bara fyrstu vikurnar. Eftir það þá er þjálfun að sama leyti og hjá öllum hinum. Fólk með stóma, sérstaklega fyrst eftir að fær stóma, það er að passa rembing, vera ekki að halda mikið niður í sér andanum á meðan það þjálfar og vera ekki að setja mikinn þrýsting á kviðinn. Og þetta finnur sig hver og einn út hvað hann getur höndlað. En í langflestum tilvikum er þetta, má fólk þjálfa þó nokkuð mikið. Fólk heldur að það megi bara ekkert gera eftir ef það er í lyfjameðferð og fleira, en það má gera alveg þó nokkuð mikið. Og í langflestum tilvikum jafn mikið og hinn heilbrigði. Ég skilji hvað ég meina. Svo er þetta mikilvæg atriði hérna sem fólk áttar sig ekki á, en þetta er hellingsþjálfun. Fyrst til að byrja með, að komast í daglega lífið sitt. Sjáum heimilistörfin ef maður er vanur því. Og komast í áhugamáli sitt, sama hvað það er. Ekki nema að sé fallegastökki eitthvað álíka, þá er kannski alltaf að býða með það. En allt annað, reyna að koma sér smá saman inn í þetta. Ekki forðast þetta, því að þetta er þjálfun eitt og sér, að höndla álagið. Hve mikil hreyfing? Hvað er ráðlagt fyrir fólk? Þetta er reyndar ekki verið viðurkennt, þetta er ekki tekið frá lýðheilsustöðinni, þetta er tekið frá bandarískum viðmiðum, og þar sem við erum í flestum tilvikum mjög svipuð á Bandaríkjamenn, þá getum við nokkurn veginn yfirfært þetta yfir okkur.
að mestu jákvæð áhrifin koma fram við að minnstakosti 2,5 klukkustund hreyfing á viku að meðal ákefð, dans, hjóla, jafnsléttu, garðyrkja, röskleg ganga eða sund til dæmis. Ef álagið hins vegar aukið, ef þið takið meira á því, þá getið þið sparað eitthvað tíma. Þið þurfið þá ekki nema 1 klukkustund og 15 mínútur á viku. Það er nú engin ógurlegur tími. Ef að fólk er að gera eitthvað eins og aerobik, hjóla hraðar en 16 km/klukkustund, þungaryrkja, mjög röskganga, skokk, hlaup eða synda mjög hratt. Eitt af sem ég finnst eiginlega jákvæðast við þetta, fólk horfur ofta á þetta 2,5 klukkustundir eða 1 klukkustund og hugsa, ég get ekkert æft í 1 klukkustund, ég get alltaf stæðið upp úr rúminu, finnst mér. En 10 mínútur, ef fólk hreyfir sig samfellt í 10 mínútur, þá koma þessi jákvæð áhrif fram og þau safnast saman. Þannig ef maður æfir til dæmis af mikilli ákefð í 10 mínútur á dag, þá er maður búin að nánast þessum viku ráðleggingum. Þannig að það þarf ekki að vera mikið meira en það. 20 mínútur á dag, cirka, af miðlungsákefð. Og það maður miðar ákefðina við sig. Mikil ákefð hjá mannesku sem er nýbúin í lyfjameðferð getur verið það að labba upp og niður stigann heima á sér. Maður þarf ekki endilega að miða við það að maður þurfa að vera í þungri garðyrkju með járnkalli eða eitthvað álíka. Þannig að það sem ykkur finnst virkilega erfitt og tekur virkilega og það er virkilega erfitt. Það er bara þannig. Svo hvað er í boði? Og þetta er það aðalega að vera að miða við þessar stofnanir hérna. Í Fossvogi er einstaklingsmeðferð, meðferð við sogaðabjú, við sendum oft fólk þangað sem hefur fengið sogaðabjú. Þjálfun í tækjasal undir leiðsögn sjúkraþjálfara. Á Hringbraut þá erum við með sérhæfða ráðgjöf og einstaklingsmeðferð fyrir konur sem hafa farið í aðgerð á brjóst og holönd. Og þjálfun í tækjasal undir leiðsögn sjúkraþjálfara, við erum með 1 hóp og erum að fara að fjölga upp í 2 hópa núna, þannig að annað eftirspurnum. Sjúkraþjálfun og sundlaug við Grensás, vatnsleikviminn. Og svo er líka þjálfun í tækjasal þar. Ég held að það sé ekkert það rosalega vel nýtt. Ég þekki það ekki nógu vel til þess að vera að kynna það almennilega fyrir ykkur. Já. Já. Það getur hver sem er held ég farið þangað sérstaklega ef sjúkraþjálfari mæli með því, ef hann hefur verið í meðferð. En svo er líka hægt að sækjast eftir því að komast á Grensás. Ég var að brasi í þessum daginn og var að hringja í því. Ég þekki ekki alveg kostnaðinn, því miður. Ekki beinlínis í þjálfun, við erum meira sendaði í meðferð í sogaðabjú. Það hefur verið minna þjálfunina þar. Við höfum verið svolítið meira með það á Hringbrautinni. Að taka fólk í hóptíma þar. Bæði styrtar og þolþjálfun. En með tilkomin þessa teymi sem við erum að stofna þá er þetta svona allt í bígerð. Sko, þetta er þverfalett teymi innan Hringbrautar og við erum að fá fólk frá Grensás til okkar og fleira, semst lækna, hjúkrunarfræðinga, iðjuþjálfi, sálfræðingur, sjúkraþjálfari og fleira, sem er að sjá reyna að halda utan krabbameinssjúklinga eins og haldið er utan til dæmis hjartasjúklinga. Þetta er rosalega dreifður hópur, mismunandi einkenni og fleira. En ég get ekki kynnt þetta nógu vel núna, við erum ekki búin að kynna þetta vel innan spítalans, þannig mér líður ekki vel að vera að kynna þetta utan spítalans fyrst. Að því þetta er í starthólunum núna, við erum að koma okkur á framfæri og finna út hvernig best er að vinna þetta. Endilega. Alveg rétt. Ég var búin að heyra af Hrafnistu reyndar, ég var ekki búin að koma þarna inn. Já, ég skal bara bæta því við. Já, og svo er það einmitt ljósið. Að það er til dæmis boðið upp á
æfingar í tækjasal og það boðið upp á hópþjálfun í styrk og þreki, jóga, slökun og nudd. Þannig að það mjög margt í boði þar. Og svo sem að endi svona á skemmtilegum punktum, alltaf gott að fá að vita svona sérstaklega varðandi ristilkrabbamein og brjóstakrabbamein, forvarnagildi. Það er að segja, það er ekki nógu mikið ekki bara það að maður fái mikið út úr því að hreyfa meðan maður er með krabbamein eða berjast við krabbamein. Það er mikið af jákvæðum áhrifum. Heldur hefur þetta líka þau áhrif að það minnkar líkurnar á því að fá endurkomu á krabbameini eða nýtt krabbamein ef maður hefur ekki þegar fengið það. Það er þá aðalega búið að sanna það með eins og ristilkrabbamein og brjóstakrabbamein. Og við sjáum hérna skrýtna tölur til fólk sem hreyfir sig ekki. Ef það er í líkunum 1 á að fá það krabbamein, þá eru sem sagt 30 eða 40% minni líkur að fólk sem hreyfir sig fái það krabbamein, ristilkrabbamein. Þá er verið að miða við 30 til 45 mínútur á dag að meðal ákefð. Og svipað hérna 20 til 30% minni líkur að konum með brjóstakrabbamein og þær hreyfa sig reglulega. 20 til 30% minni líkur að þá fái endurkomu á krabbameini. Og þá er að meina 4 til 7 klukkustundir á viku af meðal mikil ákefð til mikillar ákefð. Þannig að þetta er alveg þó nokkuð mikil þjálfun. Þannig að það er til mikils að vinna, að hreyfa sig. Við endum þetta á þessum punktum og næstu glæru líka. Svona almenn jákvæð áhrif hreyfinga á líkamann. Fyrir utan allt það sem við erum búin að tala svona sértækt krabbamein og þar í kring, að þá er þetta atriði sem við kannski þekkjum, alltaf gott að impra á, að við minnkum líkur á hjartasjúkdómum með reglulegri hreyfingu. Úthald eykst, styrkur eykst, aukin beinþéttni eins og við tölum á, þá er aðalega styrkþjálfun sem skiptir máli. Hefur jákvæð áhrif á liði, þannig að fólk er að berjast við gigt, þá er þetta mjög gott. Öll þjálfun er mjög góð við gigt, eða langflest þjálfun. Minnkar verki, dregur úr þunglyndi og kvíða, styrkir ónæmiskerfið, hjálpar til við að viðhalda góðu svefnmunstri. Þannig að ef maður er þreyttur yfir daginn þá er mjög líklega að maður sofni. Og hjálpar til við þyngdarstjórnun sem er alltaf plús, sérstaklega á þessum tímum. Það er Ísland ekki önnur feitasta Evrópuþjóðin. Þannig að mér minni það hefur komið hérna frá SCBS eða hvað sem það var. Já, en þetta er bara einhver gróf tala held ég sem ég har slegið fram. Það sé mjög erfitt að mæla svona nákvæmlega. Ekki það að þyngdarstjórnun sé aðalatri. Ég legg mikið meira áherslu á að fólk styrki sig og auki þrek og hugsa þyngdina seinna. Nokkri punktar, svona almennt þjálfun. Það er alltaf gott að hafa æfingafélaga. Koma sér í einhvers konar hóp, vera með einhvern með sér sem ýtir manna áfram og sem maður getur sjálfur ýtt á eftir. Halda dagbók hreyfingu. Setja það niður markmið og hafa þau sem nákvæmust. Ekki gera sér bara áramótamarkmið ég ætla að hreyfa mig. Þetta er alltaf opið og maður getur ekki fylgt þessu eftir. Heldur setja sér niður markmið ég ætla 3 í rektina í viku í 2 mánuði. Í klukkutími senn eða hálftíma í senn. Svo getur maður tjekka við það þegar það er búið. Mér tókst eða mér tókst ekki. Og skrifa niður það sem þú ætla þér miða við það sem þú gerir. Í staðinn fyrir að vera bara með háleit markmið og setja fullt niður á blað og fylgja það ekkert eftir. Að skrifa niður hvað maður ætla sér að gera og fara síðan seinna yfir hvað maður gerði virkilega. Fór ég eftir mínu plani. 2 síðustu punktarnir eru virkilega mikilvægir. Þannig að sama hversu mikið við vitum hreyfingu, styrkþjálfun, þolþjálfun, hversu mikið að gera og hvað, að þá er þetta aðalatrið að hafa gaman af æfingunni, gera þetta skemmtilegt. Þetta á ekki vera algjör kvöl og pína, finna sér eitthvað sem að hentar ykkur og hafa æfinguna einfalda, ekki flækja þetta fyrir sér sérstaklega til að byrja með. Þannig ef að til dæmis þessar upplýsingar sem ég er búin að gefa ykkur eru flóknar, ekki láta það þyrma yfir ykkur að þið viti ekki hvað ég var að tala um. Heldur aðalpunkturinn sem að tekur frá þessum fyrirlestri það er að hreyfingin er í 99,9% tilvika besta sem hættir að koma fyrir mann. Ok.
Já. Algjörlega. Algjörlega. Jú, maður getur gengið einn með æfingafélag, fólk sem á hund, virkilega gott að viðra hann. Fara í fífuna á álíka staði, þær eru gönguhópar. Það er gönguhópur út frá ljósinu og þetta er út um allt, fólk er að ganga saman og það er auðvitað, það er einfaldast, það er ódýrt, aðgengilegt, það er ekki nema bara að opna hurðin og labba út. Þeir fara út frá ljósinu út í Laugardalinn. Ekki svo ég þekki til, nei. Ég heyrði bara í það síðast áðan og þá voru þeim að tala um þetta. En það er að komast í inniðastu á mörgum stöðum. Og svo er einmitt, ef maður kann ekki á þessi tæki, að göngubretti eru mjög örugg, sérstaklega maður notar rofan sem fylgir þeim. Þannig að það ættu flestir að finna eitthvað við sitt hæfi, hvar sem maður leitar. Ég segi bara takk fyrir mig, ég held að það hafi verið síðasta glæran. Já, takk fyrir mig.